Þá er komið að febrúarleiðsögn fyrir hrút. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. En við skulum dæma okkur bara beint í þetta. Spilin eru byrjuð. Ok. Kæri hrútur. Svolítið áhugavert upp á síðkastið þá það er svona síðustu misseri eins og hafi verið við ykkur svona mjög ákveðin verkefni, verið svolítið mikið bara í sama farinu og ekki það að sé eitthvað óspennandi eða leiðingjart, en það er einhvern búin að vera bara mjög svona skýr stefna án útúrdúra, mjög bein braut, fókus á sama staðnum og án útúrdúra. Þannig að lífið er kannski búið að vera svona pínu einhæft en engu að síður á mjög góðan hátt. Það er mikið öryggi sem felst í því og það er ekki þar með sagt að þér hafi leiðst. Ef eitthvað er þá held ég að flestir ykkar hafi bara notið sín mjög vel. En hins vegar eins og segja mjög svona skýr stefna, bein braut, beint áfram. Og jafnvel að sko einhver ykkar hafa svo sem kannski bara ekki tekið mikið eftir öðru. Svona pínu eins og það sé með svona augnskjól, svona til þess að hlífa jaðarsjóninu og fá ekki inn truflanir. En núna ertu meira tilbúið í breytingar og ert tilbúið til þess að berskjalda þig, taka á móti nýjum hlutum, ert til í að gera eitthvað nýtt, gera eitthvað fjölbreyttara og ert einhvern veginn svona tilbúin til að byrja bara á nýju borði, bara hreinu borði, bara búið að gera upp, clean slate, allt upp á borðum og búið að sópa öllu gamlu burtu. Af því að það sem er komandi núna til þín á næstunni er að það er umbreytingaferli að byrja. Það er stór breyting framundan. Fyrir einhver ykkar er það atvinnuskipti eða flutningar eða breytingar, breytingar innan sambanda, einhverjir skilnaðir jafnvel. En það eru stórar breytingar í vændum, svona varðandi eitthvað svona lykilelement í lífinu. Og þessar breytingar eru ekkert endilega að koma á óvart. Mér finnst eins og þú ert opið fyrir þessu breytingum, þú ert jafnvel sjálft þátttakandi í að láta verða af þeim, það er að segja ákveða. Svo að segja, þetta er ekki að það komi óvæntar aðstæður og þú fáir allt í einu bara kalda gusu í andlitið. Nei, það er bara stór breyting í vændum. Hún kemur þér ekkert endilega á óvart. Fyrst sinn þá mun taka tíma að venjast þessu, eins og fylgir öllum stórum breytingum. Þú munt þurfa svona aðlögunartíma og það er verið að minna þig á að ekki örvænta þó þú sért ekki með algjörlega allt á hreinu alveg leið. Að þetta er alveg þannig stórar breytingar að hver sem þarf aðlögun og við þurfum tíma. Að þó svo að við sem búin að undirbúa okkur og undirbúa hausinn og undirbúa hjartað, jafnvel einhverja mánuði fram í tímann, að þá erum við samt alltaf bara nýgræðingar þegar við gerum síðan breytinguna. Að þá við sama hvað við ætlum að undirbúa okkur, þá vitum við aldrei fyrr en á reynir. Og við þurfum að gefa okkur tíma. Og þetta er svona áminning það, gefðu þér tíma, ekki ætlast til þess að þú bara sért með alltaf 110% þegar þar að kemur. Leyfðu þér þessa aðlögun. En hins vegar þá í framhaldinu, bara þegar þú ert búið að aðlagast þessari breytingu,
að þá myndu njóta hennar gífurlega vel. Þú mynd njóta, sko, þú ferð að vera meira svona í essinu þínu, eins og við segjum. Að ferð að vera meira, sko, þú sjálft, nýta þína visku og þekkingu betur, ferð að vera sjálfstæðari og aðeins meira skapandi jafnvel finnst mér líka í því sem þú gerir, meira frelsi til þess að vera, sko, lifa svolítið fjölbreytt. Þú ert búin að vera svolítið í þessari beinuðu braut hérna sem var mjög góð, en núna geturðu gert meira fjölbreytt, verið meira skapandi, leyft þér að prófa nýja hluti án þess endilega að skuldbinda þig við það. Og það er svona verið að opna inn á nýja slóða fyrir þig sem munu standa þér til boða og það verður mjög ánægjulegt. Og við skulum fá hér smá aukadýft. Það er svona pínu eins og, sko, þetta sem þú hefur verið að gera, þessi beina braut, þessi svolítið þröngir rammi en ánægjulegur rammi, að þetta er búið að vera, þetta er búið að vera rosalega gott. Sko, auðvitað með alls konar brestum og erfiðleikum inn á milli, en heilt yfir ofboðslega gott. Og margt til þess að bara þakka fyrir, þessi farvegur sem þú varst í, þegar þú ert nú að fara að kveðja þetta, að þá kveðurðu þetta með þökk. En það er náttúrulega þó að þetta gangi vel og er allt búið að vera dásamlegt. Málið er að þetta er líka bara fullgert eða fullreynt, fullskapað. Þú ert orðin mett. Þú ert búin að fá allt sem þú þurftir og vildir út úr þessu, þannig að núna er kominn tími til að færa sig og það er nákvæmlega það sem þú ætlar að gera. Það er að bara svolítið flytja þig annað, færa þig og gerir það með svona pínu, ekki offorsi en af krafti. Bara svona tekur þitt hafur taski í rauninni og bara flytur þig, gerir breytinguna. Og það er náttúrulega svolítið líka þannig að þegar kemur að þessari breytingu, þessi umbreyting hérna, þessi kaflaskil, að þú gerir það mjög kröftuglega og einmitt af því að þú ert búið að mörguleyti undirbúa þig, að þá er einhvern veginn framkvæmdin ekki svo mikil fyrirhöfn fyrir þig og finnst eins og þú ert að pakkir bara svona upp þínu helsta og bara ferð og svolítið bara svona eins og flytjir allt þitt bara svona í einni ferð. Og svo tekur við þessi aðlögunartími þar sem að það er kannski svolítið í taugarnar á þér að þú sért ekki með allt bara upp á 110% alveg um leið en þú þarft tíma. En á sama tíma og þú ert að aðlagast að þá er að opnast fyrir þér svo margir möguleikar, það er einhvern veginn allt hægt, og eins og við talaðum að þá eru svo margar mögulegar leiðir í boði fyrir þig og það vottar svolítið fyrir valkvíða, að þú veist ekki alveg hvaða átt þú átt að byrja að fara í. Og það er um það sem að líka vera að minna á að gefðu þig tíma, þú þarft ekki að ákveða þetta strax, þú getur leyft þér að melta þetta svolítið. En þú klárlega ert vel í stakk búið fyrir hvað sem þú tekur fyrir hendur eftir þessa breytingu. Þú hefur allt sem þú þarft, þú ert búið að taka alla lærdómi sem þú þarft með þér úr fortíðinni til þess að halda áfram inn á nýjar brautir. Og eins og ég sagði, þú munt njóta henn rosalega vel. Og þá bara svona rétt í blálokin ætla ég að fá hér eitt leiðsagnarspil og bara svona taka heim og saman. Það kenna spilið Roots eða Rætur sem
er áminning að tengja sig við ræturnar sínar, hvaðan við komum, af því að viska forfeðranna þinna til staðar fyrir þig og til í að leiðbeina þér. Og þarna kemur svolítið þetta sambland af því að taka fortíðina og það sem maður hefur lært úr fortíðinni og hafa það með sér inn í núið og inn í framtíðina til þess að opna inn á nýjar leiðir og nýjar brautir. Og að sama sinnis þetta með hvað næst, hvað ætlum við að gera næst þegar við komin hérna gegnum kaflaskil og það er að opnast inn á nýja vegslóða fyrir okkur. Að minna okkur á hver er ég í kjarnan, hvað skiptir mig máli, hver eru gildin mín, hverjar eru ástríður mínar, hvað vill andinn minn. Og þannig að maður nær oft svo mikið til þess hver við erum svona í grunninn, hverjar ræturnar okkar eru. Og þá er ég ekki endilega að tala um hvar við fæðumst og ólumst upp og hjá hvaða fólki, heldur bara kjarninn okkar, hver við erum í kjarnan. En þá ætlum ég að segja að þessari leið lokið. Ég vona að skilaboðin vera til sönn og rétt til þeirra sem þurfa að halda og koma að gagni. Ég þakka fyrir mig og ég þakka áheyrnina.